Þetta bara getur ekki verið jafnar. Svona eiga leikir að vera. Þetta eins og í heimsmeistarakeppni bara. Og önnur eins spenna hefur ekki verið, bara elstu menn í skólanum muni ekki annað eins. 40-40. Og þá komið að fjórða liði, Elisabeth. Jú, fjórða lota þannig að liðin svara 7 spurningum sem allar fjalla sama efni. Og þið fáið umhugsunarfrest 10 sekúndur og ekki sekúndur lengur. Það eru 6 efnisflokkar í boði og þeir þessir: almennar spurningar, bókmenntur og listir, náttúrufræði, landafræði, saga og svo íþróttir. Hermann. Já. Nú, það var Fjölbraut í Breiðholti sem byrjaði, ekki rétt, hérna í upphæfi þáttarins. Þannig að þið byrjið þá núna og þá bara að sjá hvað hjólið gefur ykkur. Og það eru íþróttir. Lýst ykkur ekki vel á það? Já. Ekki íþróttamenn, Hermann? Jú, þeir eru voðalega íþróttasinnaðir. Ok, tilbúnir. Fyrsta. 2 Íslendingar tóku þátt í júdókeppni Ólympíuleikana í Moskvu árið 1980. Hverjir voru þeir? Bjarni Friðriksson og Halldór Guðbjörnsson. Það alveg hárrétt. Önnur spurning. Árið 1982 mættust Keflvíkingar og Akurnesingar í úrslitaleik bikarkeppni Knattspyrnusambands Íslands. Hver urðu úrslit leiksins? 2-1 fyrir Akurnesingar. Hárrétt. Árið 1952 hlutu tékknesk hjón bæði gullverðlaun í frjálsíþróttakeppni Ólympíuleikana. Hvað heita þessi hjón? Það Emil Satopek og... Nei, ég man ekki. Manstu ekki hvað konan heitir? Það rangt þá, í restinnar. Já, það Dan og Emil Satopek. 4. Evrópubikarkeppni meistaraliði í knattspyrnu fór í fyrsta sinn fram á tímabilinu 1955 til 1956. Hvaða lið sigraði þá í? Real Madrid. Alveg rétt. 5. Talið að íþróttin eigi rætur að rekja til Kína og hún talin ævaforn. Keppnisvöllurinn 8 x 8 til 10 x 10 metrar og stendur hver viðureign í 2 til 3 mínútur en unnt að framlengja henni ef keppendurnir sættast á það. Sá sigrar sem fyrr hlýtur 1 stig en 1 stig fær keppandi fyrir úrslita högg. Við hvaða íþróttagrein á þessi lýsing? Það íþróttin lacrosse? Nei, það ekki rétt. Það karate. Stendur það ekki. Ertu í karate kannski? Nei. Svona aðeins. 7. Hvað kringla sem notuð í kringlukasti fullorðina karla þung? Hvað þarf þetta að vera upp á grammi eða? Já, alveg upp á grammi. Glæta. 2 kíló og 400 gram? 2 kíló, akkurat. 7. og síðasta. Hvernig eru aðalbúningar Reykjavíkurfélagsins Fylkis á litin? Þeir eru appelsínugulir og svartir. Alveg hárrétt. Og þá það menntaskólinn í Reykjavík. Tilbúnir? Já. Landafræði. Ólafur. Það ekki lett bara strákar? Jú. Mitt uppáhaldsfag. Svo létu núna. 1. Að ræða fjallaklasa sem suðvestan fjöllin að mestu úr líparíti og því ljós yfirlitum. Víða finnast hrafntinna í þessum fjöllum. Á svæðinu víða mikill jarðhiti. Áður fyrir árum áttu útilegumenn að hafast við í fjöllum þessum og sagt var einnig að þar hefðist við annað illtíði. Við hvaða fjöll á þessi lýsing? Þetta eru Kerlingafjöll. Jú, það rétt. Önnur Stórá rennur á löngu svæði eftir landamærum Bandaríkjanna og Mexíkó. Hún nefnist 2 nöfnum. Hverjum?
Rio Grande og Rio Bravo del Norte. Alveg hárrétt. Þriðja spurning. Hvað heitir stærsta hafnarborgin í Frakklandi? Marseille. Alveg rétt. Fjórða. Nú spyrjum við fylki í Bandaríkjunum sem liggur að landamærum Kanada. Bandarísk fylki sem að því liggja eru Norður- og Suður-Dakota, Wyoming og Idaho. Hvaða fylki þarna að ræða? Oregon. Hvað segirðu? Oregon. Nei, það Montana. Fimmta. Eins og flesti vita Grímsey nyrsta eyja landsins og eins og stærsta. En við landið önnur allstór eyja sem ber sama nafn. Hvar hún? Hún... Hún hefur verið í Steingrímsfirði. Það rétt. Jú, það alveg rétt. Við hvaða vatn stendur borgin Toronto í Kanada? Lake Ontario. Alveg rétt. Sjöunda og síðast spurningin í þessum leið. Hvaða borg hefur oft verið kölluð lykill Rauðahafsins? Aden. Alveg rétt. Stigin þá þannig að M með 46 og Breiðholt 44. Já, og þá komið að 5. og síðustu lottu og þetta getur ekki jafnara verið og þetta búið að vera svona lengst af, alveg þræl spennandi og skemmtilegt, greinilegt að báðir skólar, þetta kunna gáfu fólk úr þessum skólum, hefur undirbúið sig að mikið til kostgæfni og 46-44, þetta getur ekki orðið minna og þá komið að 5. lottunni og nú eiga keppendur að þekkja myndir af þekktu fólki sem við bregðum upp 12 myndum en liðin verða ákveða fyrirfram hvað þau ætla að þekkja mörg andlit, 6, 8 eða 10. Nú velji lið til dæmis 6 en þekki aðeins 5, fær það ekkert stig og sem sagt bullandi, alveg urrandi áhætta í þessi síðasta lið. Nú Menntaskólinn Reykjavík hefur forystuna, 2 stiga forystu núna og skal því byrja og við fáum 12 myndir af þekktum íþróttamönnum og hvað ætlaði að þekkja marga? Nú það að leggja undir vogun vinnur, vogun tapar sér. Kvöldu, mér saman, kvöldu. Ég vil ekki segja svona ef þú tók eins og það. Taka 15 bara þetta. Þá verðum að pæla í því, byrja þessi. Þið hafið 2 stiga forystu og nú það spennandi. Það ekki ljóst samlíf fyrir mig. Já, Ok. Við tökum 8. Takk 8. Og nú, reglurnar þær, herra mínir, að við rennum þessum 8 myndum, eða 12 myndum í gegn, þið ætlið að þekkja 8 og leið og myndirnar í gegn, að þá viljum við fá svörin strax. Og við fáum myndirnar. Stórskemmtilega myndir af þessum mönnum. Jæja, drengir mínir, þá þetta farið í gegn 12 myndir af þekktum íþróttamönnum og þá ætlum við Steinar J. Lúðvíksson dómari tilbúinn. Ætlið að byrja að lesa, strákar mínir? Þetta Sigurður Lárusson sko Það Gunnar Einarsson, Þorsteinn Ólafsson, Sigurður Lárusson, Sigurður Lárusson,
Guðrún Fema Ágústsdóttir, Kolbeinn Gíslason, Torfi Ólafsson. Torfi Ólafsson og Jónas Róbertsson. Nei, því miður átta? er þetta nú ekki rétt hjá þeim. Það var þarna mynd af Ólafi Einarsinni, ekki Gunnar Einarsinni. Og þeir nefndu þarna Torfa Ólafsson en þetta var, lyftingamadurinn var Ágúst Kárasson. Já, því miður, þið náðuð ekki. Já, svona er spennan, það er allt lagt undir og þeir lögðu þarna vildu þekki átta og það tókst þeim ekki. En þá er röðin komin að ykkur, Breiðhyltingar. Tökum við ekki 12 bara? Nei. Já, Fjölbrautaskólinn í Breiðholti, þið það eru 2 stigum und. 6. Ég ætla að taka 6. Já. Þekkja 6 og það eru sömu reglur sem gilda hjá ykkur. Það er að segja við rennum myndan og 12 í gegn, þið nefnið okkur 6 og nú er það sem sagt þau að drefast fyrir ykkur og úrslitin gætu hugsanlega ráðist. Fáum myndið það. Já, það er nú slík spenna hérna inni, sko, að það er einhver lagi líkt. Það eru 46 sem heldur bara niður sín andanum allan tíman. Já, svörin takk. Sigurður T. Sigursson, Stefán Halldórsson, Linda Jónsdóttir, Árni Sveinsson, Þórunn Alfreðsdóttir og Axel Axelsson. Það er rétt. Og það er rétt! Það er hreint það er bara trillingur í Breiðholti núna. Þetta er alveg hreint ótrúlega. Já, ég held því í góðu lagi þá við standuðu krakka mínir. Þetta er hreint ótrúlegri keppni sem er lokið núna og sigurinn gat lent hvorum megin sem var og þannig eiga svona mót að vera eða leikir. Og það var Fjölbrautaskólinn í Breiðholti sem að hlaut 50 stig og sigraði sem auk þess er frábær árangur og hann var ekki mikið síðri árangurinn hjá Menntaskólanum í Reykjavík, stóðu sig virkilega vel, fengu 46 stig. Það var hann gott lag. En þá ætlar hann Elisabeth okkar að afhenda tabliðinu. Það kemur dagur eftir þennan strákar og þið hafið staðið ykkur vel og það eru eddukvæði sem þið fáið í sárabætur og það er hins vegar Fjölbrautaskólinn í Breiðholti sem kemst áfram og þið komist í undan úrslitsstrákar og mætið þar ásamt 3 öðrum skólum, vonandi jafn gáfaðir og hressir og mikil spenna. Ég vil þá að lokum aðeins þakka báðum liðum og stuðningsmönnum alveg sérstaklega fyrir skemmtilega keppni og drengilegan leik. Og eins og ég segi, það kemur dagur eftir þennan strákar í Menntaskólanum og til hamingju Breiðhyltingar. Og ef það verður ekki slegið upp ball í skólanum í kvöld, þá er illa svikið upp í Breiðholti. En hver er keppa næst, Elisabeth? Það eru Menntaskólinn á Akureyri og Fjölbrautaskóli Suðurlands. Og það verður á laugardaginn. Kemur það í síðasti leikurinn sem verður áður en við komum í undanúrslit. Þá verður það spennandi og þá þökkum við bara kærlega fyrir okkur hér í kvöld. Bless!